Já, góðan daginn. Þriðja aðferðin sem ég ætla að segja ykkur frá heitir flicking. Flicking er mjög svipað og English style prjónið eða enska aðferðin, en við höldum á bandinu með hægri hendi og eins og áður þá finnst mér þægilegt að snúa þeim svona utanum. En í stað þess að sleppa prjóninum eftir að við stingum honum í eins og English aðferðinni, að þá reynum við svolítið að balansera hann, við ýtum prjónum alveg niður og þá náum við að henda bandinu utanum prjónin. En ég ætla að sýna ykkur það svolítið. Við stingum inn í, ýtum prjónum svona niður og þá gefst tækifæri fyrir vísifingur að henda honum í gegn. Stingum inn í og í gegn. Með þessar aðferðirnar er hægt að ná meiri hraða og aðalega meiri hraða. En einnig er hægt að vera síðan með eða tvíbótaprjón með hindþráðinn í vinstri hendinni. En með þessu þá þarf ekki að vera að henda alltaf prjóninum, heldur ná þau að halda honum. Og með góðri æfingu þá nær maður meiri hraða, en það sem ég er bara byrjandi að læra þetta, að þá er ég ekki alveg komin eins góðan hraða og í Continental. Og þá framan, en þá byrjum við á því að snúa upp á bandið, prjónuna tilbúnir, bandið hérna strekt, stingum inn í, ýtum honum svona niður og náum þá að snúa utanum og drögum í gegn. Inn í, ýtum honum svona með höldum hérna í hérna, náum þá að snúa utanum og í gegn. Ýta, snúa, gegn. Ég styð við prjónin líka hérna uppi, þannig að hann helst kyrr og meðan ég ýt honum svona þvert á, þannig ég nái að koma bandinu utanum. Að gera brugðið, þá setjum við bandið fyrir framan, förum inn aftanmegin og það sama. Ýtum prjóninum, þannig við náum svona. Nei, ég ætla nú ekki að sleppa, svona. Notum þumalinn svolítið til að ýta honum síðan í gegn. Setjum svo aftur fyrir framan til að fara áfram.